Pálsson. Já, komið sæl á ný. Við höldum áfram. Til okkar komnir Stefán Pálsson, sagnfræðingur, og Davíð Stefánsson, þú ert formaður Varbergs. Og við ætlum að ræða svona breytingar sem hafa orðið bara núna í okkar heimsveldabæri í Evrópu. Og Stefán, nú að fara að byggja hernaðarmannvirki á Reykjanesi. Já, það var mikil undirritun og dregnir fram sveitarstjórnarmenn til þess að fagna því sem mikill guðsblessun að nú myndu fást einhver störf við það að búa til einhverja vilja og kanta og jafnvel að þjónusta einhver herskip. Ég nú svo sem spáð því lengi, það utanríkisráðuneytið hefur svona notað þessa salami-taktík að það var byrjað á að kynna þá nýlunda að fara að þjónusta kafbáta hérna svona aðeins fyrir utanlandið og að hér þið svona skiptum áhafnir og byrðir og vistir og svona á hafi úti. Svo myndu líða nokkur misseri þar til að þegar væri búið að venja menn við það að þar til að menn kæmu og segðu heyrðu þá ekki alveg eins gott að koma hérna og leggja að hafnarbakkanum og ég spáði því að við munum sjá það innan fáeinna missera. Já. Auðvitað byggir þetta á svona lengri tíma, þetta er bara breytt heimsmynd sem við stöndum frammi fyrir, það er búið að standa talsvert lengi til að bæta í varðandi varnir Íslands, þetta er hluti af því. Það er búið að kynna þetta með talsvert lengur fyrirvara og síðan er það náttúrulega þannig að við erum að fara að setja talsvert mikla fjármuni í svona borgarlega varnartengd verkefni og þetta er svona kannski fyrsta skrefið í þá átt. Herskipalagi er náttúrulega ekki mjög borgaralegt. Nei, í þessu tilviki, þetta er mjög, þetta er meira varnartengt, en ég ímynda mér það að ef menn fara að byggja hafnir eða flugvelli eða hvað það er, þá sé þetta að búa til það sem kallað er svona dual use, það sem er bæði að nota fyrir borgarlega og varnartengt verkefni. Og við vitum að við erum fara að gefa í varðandi þessar framkvæmdir. Já, það er náttúrulega NATO sem borgar þetta í Helguvík. Já, við borgum líka inn í NATO. Já. Þannig að þótt að það komi kannski peningar inn frá NATO, þá erum við vel að tala um það að 1,5% af landsframleiðslu okkar fari í einhverja svona framkvæmdir fyrir árið 2035 minnum við. Þannig að á endanum þeir sem að fagna þessum innkomu núna að endanum þurfum við að borga fyrir svona framkvæmdir. Við sem sé tökum þátt í, það er alveg rétt, við tökum þátt í þessu en að stærstu leyti þessi framkvæmd af mannvirkjasjóði Atlantshafsbandalagsins, við þurfum svo að bæta í varandi önnur verkefni. Og það er svo sem ekki búið að teikna hvaða verkefni það verða, hvaða verkefni þetta verða, en ég ímynda mér að það verði talsvert svona umræðu það á næstu missurum. Lengja flugbrautir hér og þar. Lengja flugbrautir, laga svona hafnaraðstöðu. Þegar Hellisheiðin hæfa fyrir skriðdreka. Já, og undirbúa og verja upplýsinga innviði, sjávarkapla og þess að allt kostar þetta gríðarlega fjármuni og við þurfum að taka þátt í því. Má ég aðeins færa umræðuna svona staða NATO, að það hefur verið svona breyting á undanförnum árum. Ég held að fyrir svona eftir innrás Rússa inn í Úkraínu þá var mikið talað um að NATO hefði aldrei verið sterkara og aldrei verið samheldnara. Sá tónninn valla í dag, það sem að jafnvel stærstu svona meginstraumsmiðlar eru byrjað að tala um það að NATO sé eiginlega að tapa stríðinu í Úkraínu. Og það er líka mikið orðið bil á milli afstöðu Bandaríkjanna og Evrópuríkjanna og þannig þessi samstaða sem var talað um þar að hún er ekki lengur. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur, og ég ætla ekki að biðja ykkur að selja með NATO eða við göngum NATO, hvernig sjáu þið fyrir ykkur þróun NATO á svona næstu árum? Fyrsta lagi, ég er ekki sammála því að NATO sé veikt. Það er ekki, ég lesi það ekki þannig í öðru lagi. Finnst þér ekki veiking að sé Evrópa og Bandaríkin tali algjörlega í kross?
Það nú ekki fyrsta skipti sem að það ágreiningu meðal þessara þjóða. Við nú sakfræðingir, hann getur kannski ríða það með ákvörðu. Þetta ekki fyrsta skipti sem að sko, Atlantshafsbandalagið stendur fram fyrir einhverjum áskorunum. En í öðru lagi, við erum, sko, NATO ekki í stríði í Úkraínu. NATO hefur stutt við baráttu Úkraínu til sjálfsákvörðunar. Og það samkvæmt alþjóðalögum og við höfum fylgt því. En þetta ekki NATO gegn Rússlandi. Þannig að NATO að styðja Úkraínu í stríðinu og með þeirri trú að það myndi styrkja Úkraínu þannig að þeir geta unnið á vígvellinum og það ekki að ganga eftir. Má orða það þannig? NATO hefur stutt við Úkraínu á forsendum þess að þeir fá að ráða sinni framtíð sjálfur. Það þannig. Og við heyrum oft þetta og það svona pútínískan, það áráðun sem kemur að austan og heilt í íslensku miðlum meðal annars að þetta sé vörn Rússa, þeir eigi rétt á þessu af því að þeim hafi verið lofað að mætti ekki stækka NATO og þið þekkið þessa umræðu alla sem náttúrulega ekki rétt og eins líka NATO að kringja Rússland sem náttúrulega bara landfræðilega ekki rétt af því að NATO með eitthvað kringum 11% af landamærinu við Rússland. En aðeins var ég bara að reyna að tala stöðuna sem ég ætla að segja aðeins var stöðuna. Það sem okkur var kynnt að myndi gerast, að það ekki að ganga eftir. Það frekar talað það að fríðarsamningar ef þeir verða gerðir, þá verða þeir gerðir á forsötu Rússa. Já, þessa friðartillögu, við slumum taka þá umræðu, ég ætla ekki að taka allt þetta. Nei, ég held að munum alveg báðir komast að í þessu, en varðandi, sko, það náttúrulega hægt að toga og teygja að hvað miklu leyti hversi bygg stríðsaðili og þar fram eftir götunum en við höfum samt sem áður séð eins og bara Frakklandsforseti að tala það að Frakkland sé í stríði í Úkraínu. Hér var framkvæmdastjóri NATO bara í byrjun vikunar og þá var allt í einu voru menn klappandi sér á bakið og fara að tala það að Ísland væri í fremstu víglínu sem náttúrulega bara fullkomlega fráleitur málflutningur þar sem að við erum eins fjarri þessu hræðilega stríði þar sem að bara unga fólkið í Úkraínu og Rússlandi að stráfalla en ég held að það þarf nú ekki að vera mjög læs á bara alla umræðu og bara mannlegt eðli en þegar að bandalag gerir ekki annað heldur en að koma saman og berja sér á brjóst og tala hvað það sé sterkt og hversu mikil samstæða sé að þá sé nokkuð ljóst að það standi veikt og að samstöðuna skorti. Það sé svo bankarnir að þegar bankastjóri kemur fram og segir að banki standi sterkt að þá mun að falla daginn eftir. Já, eða bara þegar að stjórn knattspyrnufélagsins lýsir fullu stuðningi við stjóran þá veit maður að hann getur þá er stutt eftir. Auðvitað er það rangt. Auðvitað er það þannig að NATO stendur sterkt og bara það að menn séu saman að fara að gefa í og taka, leggja verulega á skattgreiðendur í þessum ríkjum til að efla varnir segir mikla sögu. Bara það að við séum það. Hvað segirðu? Þið finnst það góð tíðindi. Já, ég er mjög fylgjandi því. Bara sú staðreynd að Finnar og Svíar komi inn í bandalagið til að styrkja það segir góða sögu NATO. NATO er varnarbandalag búið til að tryggja frið. Það hefur tryggt frið á þessu svæði. Það er verkefnið. En Trump er erfiður fyrir NATO. Já. Þannig að hann hefur vikt NATO. Bandaríkin eru að draga sig út úr Evrópu og það er ekkert bara tengt Trump. Við getum bara reikna með því að það verði staðan næstu árin og áratugina. Ég held að það sé nefnilega, það sé dálítið lykilatriði í þessu að það tók við ákveðið tímabil eftir lok kalda stríðsins þar sem að menn fóru að búa til einhverjar kennisetningar veröld þar sem að væri bara eitt risaveldi. Þetta er svona Fukuyama heimsýnin endalok sögunar
bandarísk yfirvöld settu upp svona hugmyndir það að markmiðið ætti að geta verið að Bandaríkin stæðu í 2 stórum styrjöldum á sama tíma og hefðu samt sem áður yfirburða hernaðarmátt í veröldinni. Svo hefur maður séð bara fjara mjög hratt undan þessari hugmynd, ekki hvað síst í Bandaríkjunum. Þar sem að fleiri og ekki bara úr einhverjum þröngum hópi í kringum Trump forseta koma og segja að það sé bara ekki raunhæf staða í veröldinni. Það er bara að horfa á svona ákveðin bara efnahagslega veruleika með vöxt og styrk Kína svo dæmi sé tekið. Og ég held að jafnvel þó svo að Trump hætti sem forseti og jafnvel þó að við fengjum aftur demókrata í Hvíta húsið eftir 3 ár, þá muni Bandaríkin ekki spóla beint aftur í þennan gamla tíma. Utanríkispólitík, hún er ísbrjótur sem að snýst miklu hægar heldur en einhverjir einstaklingar sem að eru í forsetaembættinu. En það sem gerist þá er það að stór hluti Evrópu, NATO-þjóðana í Evrópu, bara öskrar eftir endurhverfi til þessa tíma. Þau vilja að hverfa bara aftur til þess tíma þar sem að þú reyna að halda Bandaríkjunum inn í Evrópu. Halda Bandaríkjunum inn í Evrópu og til þess að kaupa sér vinsældir þeirra og koma sér í mjúkin þar, þá gerist tvennt. Annars vegar að þau bakka upp hvert það ævintýri sem að bandarísk utanríkisstefna getur leitt til, sem að við sjáum bara í því að þegar að Trump og Netanyahu gera loftárásir á Íran, sem að fullkomið brot á alþjóðalögum og stórhættulegur pólitískur leikur, að þá stígur kanslari Þýskalands fram og þakkar þessum löndum, þakkar Ísrael og Bandaríkjunum fyrir að sinna skítverkunum fyrir Evrópu. Það er alveg sama hvað Bandaríkin myndu gera í dag, það er bakkað upp af evrópsku NATO-ríkjunum til þess að halda þeim góðum, og hitt sem er gert, það eru þessar miklu heitstrengingar óhemju vopnakaup og fjárfestingar í hernaðar innviðum. Við svitnum yfir þessari 1,5% tölu. Það er barnaleikur miðað við það sem að restin af Evrópu þykist ætla að taka á sig. Reyndar kemur síðan fram smáaletrið að einhverju leyti ætla menn nú að ná þessu með því að falsa bókhaldslykla, með því að skrá ýmiss konar önnur innviðaverkefni og fjárfestingu í gervigreind og ég veit ekki hvað sem hernaður útgjöld. En þetta finnst mér fyrst og síðast, ég meina þegar að Ítalíustjórn kemur og segist ætla að byggja brú yfir í Sikiley og það sé hernaðar mannvirki og fyllir þannig upp í einhverja kvóta, þá ertu bara með bókhaldstricks. En eins og ég segi, þetta er allt saman stefna sem að bara byggist á ákveðinni örvæntingu til þess að reyna að toga Bandaríkin aftur og spóla aftur í tíman. Það mun ekki ganga upp. Ég held að það sé gríðarlega hagsmuni fyrir Evrópu að hafa mjög sterkt samband við Bandaríkin. Því að þar er hernaðarmátturinn, þar er fælingamátturinn og hluti af stefnu allars bandalags er að byggja þennan fælingamátt, þannig að það skiptir verulega miklu máli að hafa Bandaríkin þarna inni. Á sama tíma þá er það verulegir hagsmunir fyrir Bandaríkin að hafa sterkt samband við Evrópuríkin. Þrátt fyrir allt, og það gengur mikið á oft á tíðum, þá er það verulegir hagsmunir fyrir Bandaríkin. Heimsmyndin er enga síður í Bandaríkjum að færast til Asíu, þess að hefur oft komið fram í þáttum hérna hjá ykkur. Heimsmyndin er að færa það, þannig að það er verkefni að halda þessu bandalagi sterku. En í dag
ég er bara ekki sammála því að Atlantshafsbandalagið standi vel. En mismikill áhugi, sko, í Evrópu og svo fyrir Bandaríkin. Bandaríkin leggja mest áherslu á Asíu, svo Mið-Austurlönd, svo náttúrulega leggja alltaf áherslu bara á eigin heimaslóðir og svo Suður-Ameríku og Evrópa kannski í 5. sæti. Við sáum þetta svolítið á fyrra tímabili Trumps. Hann sagði, jafnvel, sko, Bandaríkja að hætta í NATO og dragast út úr en hvað gerðist? Þeir byggðu upp í Pólandi. Þeir styrktu starfsemina í Þýskalandi. Það var raunveruleikinn. Þannig að eitt er sko þessi umræða og annað var raunveruleikinn. Og þetta er ekki einhver triks að Eystrasaltsríkin eru að undirbúa og verja sig gagnvart mögulegri ógn frá Rússland. Það er ekki eitthvað triks. Það er raunveruleikinn sem þetta fólk stendur fram fyrir. Það eru 5-6 tíma akstur frá Varsjá til Úkraínu. Ef ég væri Pólverji þá myndi ég hafa varan á og undirbúa varnir ef að líka bara því að gleymið því ekki. Pútín hefur talað fyrir því. Hann hefur talað fyrir því að endurreisa hið gamla keisaraveldi. Hvað var gamla keisaraveldið? Finnland. Landamæri við Stockholm. Er þetta ekki að vitna í einhverju eina setningu, einhverju ræðu? Nei, þetta var 9.000 orða söguleg skýring sem að hann gaf út og hægt er að googla. Má ég aðeins að því að þú tala um hvernig fólk hugsar í Pólandi. Heldur að fólki í Pólandi hugsi ekki líka, býtu þarna ætla Bandaríkin að fara núna inn í Úkraínu og taka 50% af öllum arði af auðlundum landsins fyrir það sem að Bandaríkin hafa hingað til stutt Úkraínu í. Er kannski of dýrt fyrir okkur í Pólandi að treysta á varnir frá Bandaríkjunum sem að vissulega hafa öflugasta her í heimi, sérstaklega sérstaklega sjóher og fluger, ég veit að landherinn þeirra sé ekkert sterkur, að treysta á það. Gegn því líklega að Bandaríkjastjórn gerir kröfu það að taka helmingin af öllum auðlundum Póllands fyrir viðvikið. Þetta er bara orðin allt annað raunveruleiki heldur en að fólk hélt Sammála. Þess vegna segja Pólverjar. Við verðum að treysta okkur sjálf. Við þurfum sjálf að byggja upp varnir og það gerum við innan NATO, en við þurfum að leggja mikið á mörkum. Það eru gríðarlegi fjármunir sem er verið að leggja núna á velferðarkerfi Pólverja til að setja inn í varnir. Það er gríðarlegir fjármunir. Það er ekki eitthvað bókhalstricks eða eitthvað miskilnótti. Það er bara nálagðinn við aðila sem er að hóta öllu illu og nota bene er að í skemmdarverkum brenna hér byggingar inn í Pólandi, skera á fjarskiptakapla í Svíþjóð og svo framvegis og svo framvegis. Tökum þetta alvarlega, það er það sem þeir segja. Það er kannski ekki gefið þótt og takir eitthvað alvarlega að lausnin sem er lögð fram sé endilega það sem við erum að gera. Það er ekki við verðum að gera eitthvað og svo kemur einhver og stillir upp við skulum bara tæma hér félagslegu kerfin okkar og velferðarkerfin okkar, setja það allt í hernað að það mun verja okkur. Við höfum eiginlega fá dæmi í sögunum að hernaðaruppbygging leiði til annars en stríðs. Við þurfum að byggja fælingamátt gagnvart hrottum heimsins. Það er það sem við trúum. En heldur að Pólland geti gert það? Sjáiði, þegar að Rússar tóku Úkraínu og auðvitað var það allt bara skúespil og lygi. Auðvitað tóku þeir Úkraínu. Það var ekki einhver grænir hermenn auðvitað voru þetta Rússar. Þegar að það gerist, þá ákveða menn ákveða Evrópuþjóðirnar að bæta í varðandi hernaðaruppbyggingu. Þannig að þetta hefur líka talsvert langan aðdraganda, en við sjáum samstaða Norðurlanda liggur í því að vinna meira saman, byggja varnir, byggja fælingamátt til að tryggja frið í Evrópu. Maður verður hins vegar pínlítið ringlaður þegar að kemur allir þessari umræðu vegna þess að talsmenn NATO keyra yfirleitt tvær mjög mótsagnakendar frásagnir á sama tíma. Okkur er á sama tíma okkur sagt að rússneski herinn sé bara fastur í Úkraínu. Það talað hæðnislega að þeir hyrði þarna smáþorp og landspildu á margra mánaða fresti, fluttar fregnir af
óhemju mannfalli og að efnahagslíf Rússland standi á brauðfótum og þess vegna sé þetta bara spurning að halda dampi í fáeina mánuði í viðbót með einhverjum refsiaðgerðum og þá muni þetta falla eins og spilaborg en á sama tíma okkur líka sagt að það sé bara Rússa getur tekið París á morgun. Já, svona alltaf því eða í það minnsta Pólland og Finnland og ég veit ekki hvað og svona, ég hallast alltaf að því að mann þurfi nú að velja annað hvora frásögnina. Hittu síðan annað mál. Hvor heldur þú að sé rétt? Ég er afskaplega smeykur það að við Davíð sem höfum nú tekið fleiri en eitt og fleiri en tvö viðtöl saman hérna. Og ótrúlega samanlega. Báðir friðarsinnar, ég vil verja friðin, hann vil það ekki. Okkur lindir afskaplega vel þó við teljum báðir að hinn sé hættulegur öfgamaður. Og það er þá bara þannig. En hins vegar Þú trúir nú ekki að öðru en að Rússland að verða fasískt ríki. Já, það framma menn í það ger ég líka, en ég hins vegar ekki fara að verja fasistana. Ég jafn meðvitaður það að þú ert málsvari fyrir hernaðarbandalag og fyrir hernaðarbandalag þá fríður einfaldlega tilvistarógn vegna þess að ótti eða yfirvofandi ótti lífblóðið í hernaðarbandalagi og bara öllum þeim strúktúr og þeim fjárfestingum sem að liggja að baki því en bara svo ég ljúki þessu ég voðalega hrættur það að eftir hálft ár eða eftir ár að þá verðum við Davíð aftur mættir í settið og við verðum ennþá að ræða þetta herfilega Úkraínustríð. Ég sé afskaplega fátt sem að bendir til annars heldur en að það muni bara verða áfram útkljáð á vígvellinum og að það muni verða langvinnt. Þetta ófriðvænlegur heimur, meirihluti manna býr við mikla kúgun, mikið helsi og þeir sem trúa á réttlæti, þeir sem trúa á samfélag eins og á Vesturlöndum, frelsi manna og réttaríki, þeir eiga að standa saman. Og það gera þeir í Atlantshafsbandalaginu. Það eru þjóðarhagsmunir, sérstaklega þjóðarhagsmunir smárra ríkja að þetta heimskipulag sem að verið hefur því sé viðhaldið þegar kemur að því að viðurkenna rétt ríkja til sjálfsákvörðunar. Ég bara gef lítið fyrir tala það að það sé eitthvað undirliggjandi prinsip sem að forysturíki NATO standi fyrir. Við þurfum ekki að fara lengra. Þetta er bara sáttmáli NATO. Bara fyrr í þessum mánuði. Bara fyrr í þessum mánuði þá sáum við hvernig forysturíki NATO inni í öryggisráðinu hjá Sameinuðu þjóðunum lögðu blessun sína yfir hernám Marokkóstjórnar í Vestur-Sahara. Þar sá maður að prinsipið það að það mætti ekki hnika til landamærum með vopnavaldi og hvernig ætti að hlusta á sjálfsákvörðunarrétt lítilla þjóða, að það skipti engu máli þegar var að ræða mikilvægan bandamann. En finnst þér ekki skipta máli að þetta heimskipulag sem við höfum búið við haldi? Heimskipulag Það að segja viðurkenning á sjálfsákvörðunarrétti ríkja og NATO ég er ekki að tala við frjálsa vestur. NATO-ríkin hafi ekki alltaf við fórusturíki í NATO að drepa fólk í Karibahafinu raunverulega hótað í að stuðla valdaskiptum í Venezuela. Við getum alveg talað sérstaklega ég held að sé tilefni til að tala sérstaklega Venezuela. Íran, Írak, ég meina þetta ríki blóðugt upp að öxlum. Í gegn þeim gildum sem að NATO sinnar koma svo rétt og eftir og segja að NATO eigi að verja. Ég er ekki hérna til að verja utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Það er ekki þannig. Ég er að verja það að vestræn ríki vinni saman til að tryggja fælingamátt í Evrópu. Til byggju varnir, svo það séu trúverðugar
til að verja frelsi og gildi Vesturlanda. Ég að tala fyrir því. Hafa verið gerð mistök eða eru með ranga stefnu hér eða þar vinur minn sagfræðingurinn bestur og við erum sérlega ekkert mjög ósammála um það. En þetta eru hrottar heimsins sem að menn eru ofta tíðum að Ég er enn að býða til svona með þetta sko að eru bandaríkjamenn inn í NATO svo nauðir viljugir. Eru þeir bara með þessu áhugan og að þetta séu bara framundan breytingar þess vegna? Já, sumpartinn, það ákveðin öfl í Bandaríkjunum sem segja þá að draga úr þessu en hagsmunirnir eru endanum bandarískir hagsmunir að eiga samstarfið. Bandaríkin án Heldurðu að þessi öryggishagsmunir Bandaríkjana að verja Úkraínu? Úkraína er svolítið langt í burtu frá Bandaríkjunum. Ég er ekki nokkur af það, já. En Trump held ég að metið að þessu meiri öryggishagsmunir Bandaríkjana eiga gott samstarfið Rússland heldur en að viðhalda þessu stríði. Það eru öfl innan Bandaríkjana sem að vilja tryggja gott samstarf við Rússland. Það er alveg rétt. En að endingu, við þurfum líka að tryggja friðinn þegar menn loksins ná saman. Hvert ríki metur sína öryggishagsmuni út frá eigin sjónarmiðum? Að sjálfsögðu. Ég hygg reyndar í þessu... Og ég tekka fram, ég dáist á Rússlandi. Ég hef verið ég ferðast mikið Rússland, ég þekki Rússland mjög vel, ég dáist á Rússum. En ég dáist ekki að fasískum einræðisöflum í Rússland. Ég hygg að varðandi Úkraínumálið þá hafi mjög margir innan bandaríska stjórnkerfisins og þegar að Rússar fóru inn í Úkraínu og í aðdragandanum að því hafi svona ýmsir séð það fyrir sér að þetta gæti nú verið bara býsna svona góð leið til þess að þreyta og lýja og grafa undan Rússum. Ég meina trúmanna á því að viðskiptaleg og efnahagsleg staða Vesturlanda væri slík að það væri útilokað fyrir ríki að standast þessar hörðu efnahagslegu refsiaðgerðir. Ég held að menn hafi haft trú á því að þær myndu býta miklu meira og alvarlega. Annað sem gerðist líka var það að menn horfðu þarna einhvern veginn á að herinn og hergagnaframleiðsla Rússa, hún væri nú kannski takmörkuð, feiluðu sig í því að það sem gerist þegar þjóðir fara í allsherjarstríð er að efnahagslífinu er breytt og niðurstaðan verður í rauninni mjög mikil framþróun. Það verður þetta stríð, það sem gerist alltaf þegar kemur að stríðum er að herstjórnendur og stjórnmálamenn þeir fara alltaf að spila síðasta stríð í kollinum. En svo kemur alltaf veruleikinn mönnum á óvart. Eitt sem hefur til dæmis gerst sem að ég held að enginn hafi áttað sig á fyrir kannski 5 árum síðan. Það var mikilvægi til dæmis dróna í hernaði. Og hvaða lærdóma getum við dregið af því það sem við höfum hort upp á hér síðustu misserin er það að Bandaríkin, þetta langmesta hernaðarveldi í veröldinni og í sögunni endar á að þurfa að semja við Húta í Jemen, blásnauðu sundur sprengdu landi vegna þess að öll hátæknivopnin dugðu ekki til þess að kljást við hræódýra dróna sem að þeir fengu náttúrulega með íranskri aðstoð. Hátækni sem við fengum frá við erum að horfa á það hvernig bæði Rússar og Úkraínumenn eru að beita þessum ódýru vopnum til þess að sprengja upp milljarða þoturnar og fínu evrósku fínu evrósku skriðdrekkana við þessar aðstæður. Þá myndi ég nú eiginlega fyrst fara að setja spurningamerki við þessa stefnu NATO að öryggi verði bara tryggt ef þú dælir bara nógu miklum peningum í vopn. Ég held það að drónaleikurinn sé búin að breyta þeirri mynd.
Þetta er nú ekki rétt, sko. Allt þetta mat er reglulega endurskoðað. Nú er meiri áhersla á netöryggi, nú er meiri áhersla á geimvarnir, nú er meiri áhersla á gervigreind og það tengist líka bara íslenskum hagsmunum. Fyrir 2 vikum voru Íslendingar að ganga inn í áætlanir Evrópusambandsins geim samstarf, þannig að við erum að fara að meira upp og það er til meðal annars til að verja innviði og verja samskiptakerfi Íslands, þannig að þetta tekur sífellt breytingum. En það er vel rétt, menn efalaust ofmátu eða vanmátu getur Rússa á mörgum sviðum. Gleymið því ekki, Putin ætlaði sér að taka Úkraínu á nokkrum dögum. Já. Það mistókst. Og þú veist að það er svolítið deilt þetta. Það verður bent á það að hann sendi inn 130.000 manns þegar Hitler ætlaði að taka helminginn af Pólandi þá sendi hann 1,5 milljón. Þannig að svona hernaðarsérfræðingar hafa sagt að það er engin leið að einhverjum hafi dottið í hug að þú getur náð allir í Úkraínu sem er ansi stórt land með 130.000 manns. Gunnar, þeir trúðu því og það var mýtan. Úkraína væri hólað innan, þetta væri spilt, þetta væri bara eitthvað fasistar og ógreinilegir hópar, landi myndi falla og það voru áætlanir að landi myndi falla á tiltölulega stuttum tíma. Af því að þetta er svona eins og ég heyri stundum í umræðu á þessari stöð. Evrópa er hóla innan, þetta gengur ekkert upp og er reyndar frá últrahægrinu á Íslandi að þetta sé allt sem bara orðið svo veikt að innan að það eigi sér ekki tilveru, en auðvitað er það ekki rétt. Og ég dáist að hvað Úkraínumenn tók á móti. Ég held að sé alveg rétt hjá Gunnari Smára að auðvitað ætlaði Rússland sér ekki að hernema margra milljón manna samfélag með 130.000 mönnum. Það þröngva Úkraínumönnum að samningsbóði sem var komin ansi langt í Istanbul og það plan gekk ekki eftir. Og væntanlega reiknuðu þeir með að stjórnin myndi hrynja eins og spilaborg. Þannig að leiðtogar Úkraínu myndu bara hlaupa með töskur fullar af peningum upp í einkaþotu og koma sér síðan fyrir í Jerúsalem eða í einhverju flóaríkinu. Það greinlega virkaði ekki. Það var hernaðaraðgerðin. Já, og ekki það hertaka alla Úkraínu, það er bara... Jú, af því að Rússar líta þannig á, það voru áætlanirnar og það er líka tiltrú margra Rússa. Úkraína er partur af Rússland. Þetta er litla Rússland. Svo er heldur ekki ólíklegt að hugmyndin hafi nú í rauninni verið svo einmitt að þröngvæðin til samninga áður heldur en farið yrði inn. Að þarna hafi verið búið að safna liði sem hafi í rauninni ekki búist við að þyrfti að fara yfir landamærin og gerði það. Ég held að það sé nú engin svo dyggur Putin sinni á íslensku þjóðfélagsumræðu að reyna að halda því fram að þetta hafi verið sérstaklega snjöll innrás eða gáfulega útfært. Alveg herfilega. Og síðan hefur Rússland breytt taktík. Nú er augljóslega komið sem hefur svona verið ákveðin breyting líka bara ef maður hlustar á Rússana að tala, að þá er núna komin svona vissa að þeir geti bara unnið þetta, hægt og bítandi, þeir geta tekið stærra land heldur en voru til dæmis að ræða í Istanbul samningunum. Hvað er ekki lengi búin að ræða það að Úkraína sé að falla? Frá júlí til október náðu þeir 1 metra á degi. Það var 1 metr á dag. Þetta er miklu erfiðara heldur en að þeir gerðu sér grein fyrir, mannfallið mun meira og þess vegna þurfa menn að ná saman að fara inn í einhverja friðarviðræður og ítrekka það. Við eigum auðvitað að styðja við það eins og hægt er, en við verðum að gera það með reist Úkraínumanna líka í huga og hagsmuni þeirra. En það þarf að ná saman samningunum, þannig ef við stillum upp ýtrustu kröfum Rússa og ýtrustu kröfum Úkraínumanna, þá munu engi samninga nást. Já, það er verkefnið. Verkefnið er að reyna að leiða þetta til lykta. Eða það sé verkefnið Evrópu að halda Bandaríkjunum inn í Evrópu með því að ná ekki samningum til þess að stríðið haldi áfram. Forystumenn Evrópu hafa lagt mikið á sig
og hérna það sýnir sagan að reyna með einhverjum hætti að horfa til lengri tíma af því það eru hagsmunir, það er endingu það hagsmunir Evrópu eiga í góðu samstarfi við Rússa. Við verðum að horfa til þess hvernig lítur þessi álfa... En engin leiðtogi Evrópu hefur talað við Putin, það er bara Trump sem er talað við Putin. Heyrðu, fyrirgeðu, Macron flög hérna aftur og aftur til að tala við Putin. Fyrir hvað, 2 árum, 2,5 árum? Ég meina, menn hafa verið í þessum viðræðum. Skammaði fyrir það. Menn hafa verið í viðræðum að reyna að halda, af hverju? Af því að eftir 20-30 ár þarf álfanna eiga góðu samstarfi við Rússa. Og það er mikil tækifæri í samstarfi við Rússa. En Davíð, mér langaði að spyrja þig sem út frá því sem að Stefán var að lýsa á þann. Þetta vanmat NATO sem hlýtur að vera áfall fyrir NATO ef þeir ofmátu áhrif viðskiptaþvingana, ef þeir ofmátu yfirburði vestrænna vopna, ef þeir ofmátu raunverulega styrk sinn á bak við Úkraínumenn, þá hlýtur að vera náttúrulega mjög alvarleg áfall fyrir hernaðarbandalag að taka svona ákvarðanir byggðar á röngum forstum. Ég held að allar þessar áætlanir séu teknar upp aftur og endurskoðaðar. Ég held að það sé raunveruleikinn. Ég held að menn hefðu átt að gera betur í þessum efnahagsþvingunum af því að þetta kom í pökkum það var að tilkynna 27. pakkan eða hvað það var. Hluti af því voru vandræði sem byggðu á því hversu háð Evrópa var orku frá Rússlandi og alls konar svona sérhagsmunir Slóvakía, sérhagsmunir frá Úkraínu, þannig að þetta er flókið en ég held að menn hefðu átt að skipuleggja þetta betur, það er alveg rétt. Ok, en varðandi það að verði langlíklegast að verði bara áframhaldandi stríð. Þú nefndi Macron á hann er svona byrjað að gefa því undir fótinn að senda hermenn. Stundum heyrir maður Keir Starmer tala, það er helst kannski þeir Evrópuleiðtogar sem standa veikast á heimavelli sem eru herskáðastir í umræðum. Sérðu það fyrir þér að NATO muni dragast enn frekar inn í þessi átök með því að senda hermenn? Ég held leggja skatta á vegna þess að kannski er óraun eftir að þau taki þennan gjaldeyrisvaraforða Rússlands því ef að belgarnir stoppa það, að þá verður menn líklega bara að fara að leggja á Úkraínu skatta. Ég held að sé ekki raunhaft allavega komandi mánuðum að NATO sé að fara þannig inn. Ég held að það sé ekki raunveruleikinn. Ég held að áherslan sé núna að reyna að landa friðarsamningum og margir, nú koma tillögur að friðarsamningum frá Bandaríkjunum í tengslu við Rússa og það sló marga illa því að menn sáu þetta bara sem viðskiptadíl. Það væri verið að hlaða allt og mikið undir, þetta væri bara raun og verið hugmyndir Pútins og svo framvegis. En eðli svona samninga þá hrekkur þetta tilbaka og menn fari að skoða þetta. Ég bind ákveðna vonu við að menn nái saman til friðar. Við verðum að trúa því miskusti. En allt þetta sem við erum búin að tala hefur staða Íslands, öryggi Íslands, hefur því verið ógnað eða þurfum við að óttast meira en við hefum gert? Já, ég trúi því. Ég trúi því að við þurfum að verja netið. Ég trúi því og það bara sýnir sig. Við þurfum að verja fjarskiptainnviði og við þurfum að eiga í góðu samstarfi herlaust þjóð við þá sem að geta komið til okkur til aðstoðar ef eitthvað gerist. Sem fyrst og Bandaríkin. Við erum að byggja núna mjög sterkt samband við Norðurlöndin til að mynda. Við eigum í mjög góðu samstarfi við Norðurlöndin. Við erum að undirrita samkomulag við Þjóðverja, við erum að undirrita samkomulag við Breta, við eigum að eiga samstarf við þá sem að hugsa eins og við og hafa sömu gildi. Þessi lönd hafa mjög litla heri, óraunast kannski að þeir komi og bjargi okkur ef við lendum í vanda. Það er bara ekki rétt. Ef þú tekur Skandinavíu, það er gríðarlega öflug eining ef að Skandinavíu stendur saman. Það er mjög öflug eining. Herstöður skotmark sögðum við náttúrulega alltaf bara í kalda stríðinu og það og það að Ísland sé yfir höfuð í umræðunni í þessum málum byggist ekki á því að við eigum sjálfstætt einhverja óvinni sem að ógna okkur. Heldur það þá vegna þess hvert sé okkar hlutverk inni í einhverjum varnarviðbúnaði annara landa. Ég meina, já, ef að við
yrðum, ég meina, ef að eins og ég segi, kæmi til einhvers konar árása á Ísland, og það þyrfti nú ansi margt að hafa gengið áður í heiminum áðuröldinni til þess kæmi, að þá væri það vegna hernaðar viðbúnaðar sem að hér væri stattur en ekki þrátt fyrir hann. Ég held að það sé alveg ljóst, og meira að segja í þessari Þannig erum við ekki sammála, sko. og meira að segja, meira að segja í þessari skýrslu sem að var hnoðað þarna saman í skyndi eftir að þessi ríkisstjórn var mynduð varnar hagsmuni Íslands. Meira að segja að sú skýrsla viðurkenni það alveg að líkurnar á einhverri innrás á Íslandi að þær séu ekki fyrir hendi, enda var þar aldrei rauninni rætt sko varnarhagsmuni Íslands heldur sem þátt Íslands í einhverju varnarmódeli annara þjóða. Byggt mikið upp á öryggishagsmunum Póllands og Íslands. Og ég meina, ef við hefðum eitthvað Þó að við séum herlaus þjóð, þá erum við ekki án varna. Þó að við séum herlaus þjóð, þá tökum við þátt og byggjum upp og við þurfum að gefa meira í. Það er línan. Ég minni á það að Íslendingar komu sér saman á Alþingi Íslendinga þjóðaröryggistefnu. Sú stefna var samþykkt mótatkvæðalaust á þjóðþinginu í lýðræðislegu samfélagi Íslendinga. Og hún byggir á þáttöku við Atlantshafsbandalaginu, hún byggir á varnarsamningunum við Bandaríkin og þétt samstarf við Norðurlandaþjóðirnar. Þetta svo stefna sem gildir og ég að vona að við styðjum þá stefnu áfram. En einmitt út af því að við tökum hana. Og þinn flokkur tók nú aldeilis þátt í því. Og einmitt af því að við ræðum þjóðaröryggisstefnuna, þá það einmitt áhugavert að svo kemur nýr utanríkisráðherra og jafnvel herskárri heldur en sá fyrri og þótti nú mörgum nóg og kynni til sögunar varnar- og öryggisstefnu Íslands, þannig í staðinn fyrir að vinna áfram innan þjóðaröryggisstefnunar að þá sami ný stefna til hliðar við hina sem að inniheldur mörg atriðin úr þjóðaröryggisstefnunni en sleppir áherslunni á að Ísland skuli vera virkur aðili að tala máli friðar alþjóðlega, sleppir atriðum að vinna skuli að kjarnorkuafvopnun því að það náttúrulega samrýmist ekki NATO-aðildinni því að NATO náttúrulega Þetta er sjónarmið Miðflokksins. Þetta er sjónarmið Miðflokksins. Nei, ég meina, mér finnst það mjög áhugavert að sjá að utanríkisráðherra kjósi að koma fram með nýja varnar- og öryggismála stefnu sem að ég get ekki litið á sem annað heldur en að sé hugsu til þess að færa þjóðaröryggisstefnuna sem að borgaralegri í sinni nálgun með meiri friðarhugmynd að setja hana niður í annað sætið og mér finnst við vera á Þetta góður punktur en staðreyndin svo að þegar að menn hafa náð saman þjóðaröryggisstefnu þá þarf að samþykkja með hvaða hætti munum við keyra eða framkvæma varnarstefnu. Og þess vegna Normenn eru með sérstaka varnarstefnu, Bretar eru með sérstaka varnarstefnu og þessar þjóðir hafa það þáttir að vera með þjóðaröryggisstefnu. En það er gagnrýnivert, ég get alveg tekið undir það, það er ýmislegt að gagnrýna í þessum drögum að varnarmálstefnu, en það er rétt að koma fram með sérstaka stefnu á sviði varnarmála. En við getum sammála það sé þá ágætt að Alþingi marki sér stefnu, en svo hljótum við líka geta verið sammála það að þetta snýst líka lýðræði. Og mér finnst alltaf áhugavert að það er nú ekki ýkja langt sem við fórum í gegnum þingkosningar í þessu landi. Og þá man ég nú ekki eftir því að þeir flokkar sem að núna eru við völd hafi verið að keyra á kröfum það að fara í rísastór hernaðar útgjöld að færa eins og óhjákvæmilega verður gert að færa mikið fjármagn frá samfélagslegum verkefnum úr velferðarkerfinu, úr skólamálunum, úr heilbrigðismálunum og
ég man eftir Viðreisn að tala um það að það ætti að rífa hér upp geðheilbrigðismálin, ég man eftir umræðu um það að það þyrfti að styrkja hér velferðarkerfið og annað slíkt. Það var enginn að kalla eftir einhverju 1,5% í Þetta er bara ekki rétt. hernaðarmálum. Það voru flestir flokkar að tala um að menn eru að taka þetta með meiri alvöru. Flestir borgarlegu flokkarnir töluðu um að leggja meira til varna og sterkara framlag til varna. Þetta var eitt af, og svo náttúrulega mörg önnur atriði sem menn voru að leggja áherslu á. Af því hún nefnir lýðræði. Það er rétt að koma með varnarstefnu ofan á öryggismálastefnuna. Af hverju? Eiga embættismenn ákveða framkvæmdirnar í tengslu við varnan. Lýðræði á að ákveða, fulltrúar þjóðarinnar, þjóðin á að ákveða. Þannig að sko ég bara sem lýðræðissinni segi þjóðin á að taka meira þátt í og þess vegna á þjóðin að ná saman um varnar og öryggisstefnu. Ég er ekki sammála ykkur miðflokksmönnum þetta, ég bara er ekki þar. Við erum með varnarsamning við Bandaríkin með viðauka við hann sem að fela það í sér að Bandaríkin hafa haft sjálfdæmi það hvaða umsvif þau hafa hér á landi. Það eru engir hvorki kjörnir fulltrúar eða embættismenn í utanríkisráðuneytinu sem að segja hernaðar sérfræðingum Pentagon fyrir það hvers konar viðbúnað þeir þurfi ekki hér á landi. Það er bara veruleiki. Þú spurður Úkraínu sem öryggismál fyrir Íslendinga. Ég hef verið að reyna að hafa umræðu við rauðaborðið vegna þess að maður þarf ekki að ýta undir þá umræðu sem vellur áfram bara og er alltaf svo sama. Að segja að við höfum alltaf öðruvísi öryggishagsmuni heldur en til dæmis Eystrasaltslöndin og Pólland sem að sögulega líta austur og sjá þar mikinn andstæðing og mikla vá og ekki ætla ég að hafa vit fyrir þeim. Við erum bara ekki í þessari stöðu. Við erum á skilgreindu öryggissvæði Bandaríkjanna sem að vill reynda til að er það land sem að hefur verið með hörðustu yfirlýsingar gegn NATO-ríkjum. Talað að innlima Kanada, ekki neita því að beita hervaldi til þess að ná undir sig Grænlandi. Þannig að þetta er náttúrulega miklu stórkallarlegri yfirlýsingar heldur en að Pútín leyfi sér. En við erum í þessari stöðu og það er mjög sérstök staða sem er þannig að Bandaríkin, við erum bara eins og Donbass fyrir Pútín, að við erum bara það fyrir Trump. Þannig að við séum að tala að við þurfum að greiða 5% af þjóðarframleiðslunni okkar til þess að Bandaríkin komi og verja okkur. Við þurfum ekki að gera það. Því að Bandaríkin munu líta svo á að þeir munu verja þetta svæði ókeypis. Og við ættum frekar að rukka þá svo maður tala arónísku hugmyndir það að við þurfum að eyðileggja hér all grunnkerfi samfélagsins til þess að bera peninga. Við endanum verður það var nú bara framkvæmdastjórinn var sem sagði að 1,5% er ágætt til að byrja með og það var bara að segja en það er enginn að tala 5%. Hann sagði það var enginn að tala 1,5% fyrir árið síðan var allt í einu bara rann það í gegn þegjandi og hljóðalaust og síðan kemur framkvæmdastjórinn NATO og segir að þetta er bara ágætt hjá okkur til að byrja með. Já, en það er enginn að tala 5%, er það ekki rétt? Við höfum náttúrulega neita bæði 1,5% og hinu, því að það er engin ástæða, ekki nema að maður kaupi þessa hugmynd sem að Davíð er að bera að varnarlína Íslands sé víglínuna í Úkraínu. Þannig ef að Pútín tekur Ódessa, að þá muni lýðræðið hrynja á Vesturlöndum og þar með á Íslandi. Ég held að þessi mata og öryggishagsmunum okkar eigi enga stóð, það er Rússland hefur engan styrk til þess að valta yfir Pólland, Eystrasaltslöndin, Finnland, taka París, senda dróna yfir á London eins og stundum að heyra áköfustu stríðsæsika fólkinu. Þetta er bara einhver hugarheimur sem á sér enga stóð í raunveruleikanum. En frelsið á Íslandi og velferðin á Íslandi er þess virði að verja og það kostar og það kallar á fórnir og við eigum að gera það. Þú ert að tala um gerðspillt land Rússlands og Úkraína var alveg nákvæmlega saman stað. Það var mikið spilling í Úkraínu. Og það er ennþá meira í miðju stríði og menninni sem þú ert að tala um að myndu taka töskurnar og flýja til Jerúsalem, kannski eru þau bara að því akkurat núna. Og
takist Ég er reyndar ekki sammála. og takist mönnum það markmið að láta pressa sig með sko hræðslunni og óttanum í það að fara í þessar stórfelldu samfélagsbreytingar sem að myndu leiða af því ef að menn myndu virkilega standa yfir stóru orðin. Ég hef reynda alltaf tekið það fram í svona viðtölum að ég hef ekki minnstu trú á því að Evrópa muni þegar á hólminn komið fara í þessi hernaðarútgjöld blessunarlega þegar hafa áður verið með heitstrengingar en alltaf þegar á hólminn komið átta sig á því að þar vilja menn frekar hafa heilbrigðiskerfi, hafa velferðarkerfi, hafa menntakerfi en ef að það tækist að beina þessum resúrsum úr samfélagslegum verkefnum yfir í það að fita reikninga vopnaframleiðenda í Bandaríkjunum og ausa peningum í að kenna ungu fólki að axla byssur og sofa í kojum og marsera, þá fyrst væri komnar aðstæður sem að yrðu sko kjöraðstæður fyrir fasismann til þess að rísa upp í Evrópu og populismann og það verður þá kannski þannig sem að Putin væri þá búin að ná fram sínum. Raunveruleikin er sá að í Póllandi, sérstaklega ríkjunum sem standa Rússlandi næst, það þegar verið að verja gríðarlega miklum fjármunum til varna. Og það er einhver ástæði fyrir því, af því að menn óttast þennan nágranna í austri. Og við erum bara að segja, tryggjum friðinn, tryggjum fælingamátt og það gerum við með samstöðunni. Það er vel rétt, við eigum ekki endilega alla sömu hagsmuni við Eystrasaltsríkin eða Bandaríkin. Þar við eigum okkur eigin sjálfstæða hagsmuni. En að endingu er það líka hagsmunir okkar að vinna með Norðurlöndum og þeim ríkjum sem að hugsa eins og við. En ekki með því að leggja niður sko grunnkerfin sem að halda upp í gildum okkar. Sem er ástæð fyrir að vera með þessu. Já, sko partur. Hvað ættu að gera það? Þetta er það sem þeir tala sko svona resilience, íslensk orðið. Nú er bara styrkleika samfélagsins til að taka. Sigla. Já, fyrirgeðu sigla. Sko, hluti af þessari siglu er þetta öfluga velferðarkerfi, hluti af þessari siglu er öflug menntakerfi, það er bara hluti af því og það er hluti af verkefni til að mæta verulegum áskorunum hvort sem það eru hernaðar ógnir eða ógnir úr náttúrunni og þannig að allt hangir þetta saman en við þurfum að gæta að eigin friði og það gerum við með því að hvað er það sem við sjáum til dæmis í Bretlandi þar sem að menn auka framlögin til hernaðarmála sko hinn hatað og fyrirlitna starfsmannastjórn og til hvernig stendur hún undir þessu? Jú, hún gerir það með því að skera niður framlög til þróunaraðstoðar. Og hver skildi nú sko heildar áhrifin til langframa vera? Hvort skildi stuðla betur að frið og öryggi okkar til langframa að hjálpa til með hagsæld í fátækustu löndum heims? Því var trú að það væri leiðin bara fyrir bara nokkrum árum. Já. En núna trúir þessu enginn að ráðamönnum Evrópu. Allir trúa því að eina leiðin til þess að tryggja frið er bara að vopnast. Við þurfum að koma hérna saman og tala um Afríku. Ég er mikill áhugamaður um Afríku. Ég reyndar sko, nú tala ég bara persónulega sko, að ég trúi því að við eigum að vinna betur með Afríku. Ég trúi því að við eigum að gera það meðal annars, við eigum að reyna að forðast að skera niður í þróunarsamvinnu. Af hverju? Þegar ég var strákur voru 350 milljónir manna í Afríku. Í dag eru 1300 milljónir manna í Afríku. Það talað um það að í Afríku ekki eftir mjög langa tíma verði 4 eða 5 milljarðar og þá er það ekki bara tækifæri að eiga samskipti við þennan fjölda, heldur getur það líka verið öryggisógn. Menn þurfa í áætlunum að áætla það sem líka öryggisógn. Bara flóttamanna vandi og þess að þar. Þannig ég trúi því við eigum að vinna með Afríku og það er skammsýni að skera niður þróunarsamvinnu. Ríkisstjórn Íslands er ekki að gera það og óháð flokkum hún er ekki að hækka.
hún er að kroppa í og í síðustu en menn hafa óháð flokkum staðið saman að reyna að halda vægi þróunarsamvinnu á lofti. Já, við erum ekki að bæta í, við erum heldur að kroppa af í þessu, en síðan er líka í þessu. Það sem að þessi fylgispekti, þessi tilraun evrópsku NATO-landana til þess að hanga í Bandaríkjamönnum, halda þeim innan NATO, hefur gert það að verkum að við höfum elt Bandaríkin út í hvert ævintýrið á fætur öðrum og höfum glatað fullkomlega öllum trúverðuleika gagnvart þessum löndum. Þessi lönd horfa bara á hræsnina varðandi stuðning Evrópu við vargöldina í Ísrael og framgöngu þeirra í Gaza. Líta á Evrópu bara sem leppríki Bandaríkjanna. Já, og skiljanlega, af hverju ættu þeir að sjá okkur með öðrum augum? Hvaða ríki eru það? Suðrið, eins og kallað. Já. Ég er bara að tala um það, ég meina bara stór hluti af Afríku, sérstaklega Afríku norðan Sahara og þar austan til náttúrulega, þetta eru múslimalönd sem að hafa mikla samúð með því sem að að gerast í Gaza. Ég talaði áðan um vestur Sahara sem að ég hefði, í íslenskri þjóðfélagsumræðu geti ég verið að tala um atburði á tunglinu, en fyrir fólk í Afríku að þá er það bara raunverulegt og mikilvægt atriði og sýnir fram á tvískinnung Evrópuríkjanna. Þannig að ég held að við erum búin að Evrópa er bara rækilega búin að skjóta sig í fótinn í samskiptum við fátækari lönd heims með því einmitt með bara hræsni sinni í aðgerðum síðustu misseri. Þetta er bara tal. Þegar að hrottar heimsins taka völdin og vaða uppi og þá er alltaf haft samband við Bandaríkin eða Evrópu til að stilla til friðar. Og hvaðan kemur þróunaraðstoðin inn í Afríku? Ekki frá Bandaríkjunum lengur. Langstærsti hlutin frá Evrópu. Þannig að tala með Evrópa sé ekki að gera neitt þeir bara ekki rétt. Eigum við að gera meira? Já. Eigum við að vinna betur með Afríku? Já. Og það má heldur ekki vanmeta hvað Bandaríkin hafa þó verið að gera í Afríku. Þannig að mér finnst þetta bara svona tal. Trump hefur dreigað tilbaka. Myndirðu flokka Trump með hrottum heimsins? Nei, það ger ég ekki. Nú, en það sem hann er að gera á Karibahafinu. Eigum við að tala um Venezuela? Því að það er mikið talað um Venezuela. Það er komin einn klukkustund, Við skulum bara, þú kemur aftur að tala um Venezuela. Og svo kemur við aftur að mæta hérna og tala um Venezuela. 6,5 milljón manna flúin, 6,5 milljón manna flúin. Ógnarstjórn og það er einhverju menn á Íslandi. Það verður þess að hrotta heimsins. Þetta er bara alveg galið. Það er bara menn í Bandaríkjaþingi sem er að benda á að þetta eru ólöglegar aðgerðir þar sem að Bandaríkjaforsetinn verður að myrða fólk utan dóms og laga. En við erum ekki að verja Maduro. Var eitthvað að því? Nei, ég bara heyri það í Sprengja. Við þurfum að taka annan þátt í það. Já. Sem betur fyrir hinsmálin ekki kláruð, nógu til. En heyrðu, ég ætla að þakka ykkur fyrir. Davíð Stefánsson og Stefán Pálsson. Takk fyrir komuna. Gaman að koma. Takk. Og Gunnar Smári, við sitjum hérna eftir. Gerðu það. Koma aftur eftir augnablik. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Ertu með fundi, fræðslu eða kynningar? Vorstjarnan býður baráttuhópum og félagasamtökum aðgang að ódýru húsnæði í 105 Reykjavík. Hafðu samband á vorstjarnan@vorstjarnan.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð,
Brauð ársins. Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861 2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.